Góðan daginn og velkomin á þennan fund hér hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Gísli Freyr heiti ég og fundarstjóri hér í dag. Ég fréttastjóri viðskipta á Morgunblaðinu fyrir þau sem þekkja mig ekki. Það ánægjulegt að sjá góða mætingu. Ég svona yppti öxlum þegar ég var beðinn að vera fundarstjóri og myndi á að þetta væri snemma á morguns, en þá var ég kurteislega minntur á það hvaða grein var hér að ræða og hér vöknuðu menn snemma. Þannig að það bara ánægjulegt. En mér langar til að byrja því að hrósa Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi fyrir að halda þessa fundarherferð hér á landi. Það gott að auka umræðu sjávarútveg og það mikilvæga sem að greinin hefur í þjóðarbúskapnum. Þannig að, en ég ætla nú, þið komum ekki til að hlusta á mig, þannig ég ætla bara að fá að kynna fyrsta ræðumann dagsins. Það er Konráð S. Guðjónsson, aðalhagfræðingur Arion banka. Konráð, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Gaman að vera með ykkur inn í dag. Ég heiti Konráð, ég kem frá Arion banka. Þegar töluðu við mig og spurði hvort ég vildi vera með erindi í þessari fundarherferð, þá var ég svona smá egocentrískur og fór að hugsa, já ok, hvað hefur þessi grein gert fyrir mig? Og þá fór ég að hugsa gamla bíómynd, Monty Python, það sem frægt atriði, það sem þeir eru að spyrja hvað hafa Rómverjarnir gert fyrir okkur, og þeir ná alltaf að svara og kemur í ljós að Rómverjarnir hafa bara gert heilmikið fyrir þá, og má kannski segja einhverju leyti að ég það sama við sjávarútveginn, og maður sjáu kannski ekki augljóslega í fyrstu að þá hefur hann gert heilmikið. Nú, svo maður haldi aðeins áfram fari aðeins á persónulegu nótunar, þá allavega fyrir mér mjög augljós hvað sjávarútvegur hefur gert fyrir mig. Ég kem frá litlum stað út á landi sem þriðja stærsta uppsjávarhöfn landsins, Vopnafjörður, og maður náttúrulega bara allir sem að kannski þekkja þann stað eða þekkja slíka staði sjá að þeir staðir væru hvorki fugl né fiskur og ekki væri fyrir sjávarútveg. En ég ætla að reyna að hafa þetta aðeins í víðara samhengi og horfa á kannski meira heildaráhrifin fyrir hagkerfið okkar. Þau blasa ekkert alltaf við, og við byrjum bara á því að sjá hver áhrifin eru á landsframleiðslu, á verðmætasköpun. Að þá má raun og veru skipta í þrennt. Það er beint framlag, það er óbeint framlag og svo það sem ég kýs að kalla grundvöllur fyrirtæki í annarri starfsemi. Við skulum bara rekja okkur í gegnum þetta, segir sér sjálft sumt en annað ekki. Það sem segir sér kannski sjálft er það sem við vitum bara, sem kemur bara beint úr opinberum hagtölum Hagstofunnar, beina framlagið. Það er að segja framlagið til landsframleiðslu, það er tæplega 7%, fiskur er 3,5%, fiskeldi 0,5%, búið að fara nú nánast engu á örfáum árum, og svo fiskvinnslan þarna tæplega 3%. Og þetta liggur alveg fyrir og þetta er frekar einfalt. En það er þannig með grein eins og sjávarútveg sem er útflutningsgrein, að það er að færa rauk fyrir þetta sé undirstöðu atvinnugrein, og þá eru áhrifin á hagkerfið töluvert svona meiri en almennt sem og færa rauk fyrir. Og menn hafa reynt að meta það sem svona óbeint framlag sjávarútvegsins. Og hvað er átt við með óbeinu framlagi? Það er kannski einfaldast að hugsa hvernig væri alls konar starfsemi ef sjávarútvegs nyti ekki við. Bara ýmiss konar iðnar, flutningastarfsemi. Hvernig myndi flutningastarfsemi til og frá landsins vera ef við værum ekki með til dæmis að flytja fisk út í miklu mæli? Alls konar þjónusta sem sjávarútvegurinn kaupir. Opinber þjónusta ef skatttekjurnar nýta ekki við og svo framvegis. Og það hefur verið reynt að leggja mat á þetta, og þetta er frekar óljóst, en eins og þið sjáum þarna er reynt til dæmis tilraun til þess sem að metur að miða við, því þetta er nokkuð gamlar tölur, ef við myndum taka beinaframlagi í dag og miða við þetta, hvernig þetta var reiknað þarna árið 2011, að þá var þetta 8% óbeint framlag, þannig að þá er þetta komin í heildina með 15% af landsframleiðslu. Aftur, þetta gæti verið aðeins meira, aðeins minna, en ég held að megi færa mjög sterk rök fyrir því að þetta sé verulegt. Og svo í þriðja lagi, og þetta er kannski það sem við höfum verið einhverju leyti mest áberandi upp á síðkasti, og kannski núna, ekki hvað síst í sumar, kom í ljós að eitt af þessum fyrirtækjum var selt fyrir mörg hundruð milljarða til erlends fyrirtækis. Og það eru fyrirtæki sem eru ekki í matvælaframleiðslu er einhvern veginn að nýta afurðin og annan þátt eins og til dæmis Kerecis, en svo aðra greinar sem hafa byrjað í stoðstarfsemi við sjávarútveg eða önnur fyrirtæki, en eru nú orðin svona bara sjálfstæðir útflutningsgreinar. Og þá er ég að hugsa til dæmis fyrirtæki eins og Marel og Hampiðina. Það er frekar augljóst að áhrifin af þessu eru allveruleg. Marel er eitt stærsta fyrirtæki landsins og flest af þessum fyrirtækjum eru býsna stór og umsvifa mikla starfsemi.
En við treystum svo sem ekki að fullyrða það hvert framlag sjávarútvegs í gegnum þessar greinar nema það talsvert. Þannig að svona má velta því upp að við séum kannski með 15–20% framlag til landsframleiðslu frá sjávarútveginum þegar upp staðið. En aftur töluvert óvissa. En við getum líka bara farið einfaldari leið til að sjá hvert mikilvægi hefur verið fyrir hagkerfið og farið aðeins í söguna. Og ef við skoðum hvernig landsframleiðsla á mann á Íslandi hefur þróast, verðmætasköpun á mann hefur þróast, að þá sjáum við hér að við upp á 20. aldarina þá bjuggum við svipuð lífskjör og Tansanía býr í dag. Spólum áfram nokkur ár réttu þegar síðar heimsstyrjöldin var að hefjast, þá vorum við eins og Bangladesh. Vorum við eins og Malasía hérna 1980 og svo bara þangað sem við erum komin í dag. Sem sagt gríðarlegur lífskjarabati á ríflega 100 árum. Og það ekki tilviljun, sérstaklega fyrirhluta þessa tímabils, að afli úr sjó og útflutningur sjávarafurða hefur mjög sterka tengingu við efnahagslega framfæri hér á landi. Það bara svona liggur fyrir, minna allt þangað til lok 7. áratugsins þá var sjávarútvegur með yfir 90% af útflutningstekjum og fóru þarna nokkur hratt vaxandi. Og svona sjá að fyrirhluta tímabilsins var töluvert fylgni á milli en svo þegar fyrir að líða þarna áfram að þá minnkar fylgnin sem einhverju leyti gott að við séum ekki eingöngu háð sjávarútvegi. En það ekki bara magnið sem skiptir máli, það hefur líka hjálpað okkur mjög mikið að ef við skoðum bara matvælaverð í Bandaríkjunum, í hlutfalli við annað verðlag, og svo útflutningsverð á þorski sem þarna brúnleita línan, að það við höfum okkur hefur tekist að hækka verð, að fá hærra verð fyrir okkar afurðir heldur en almenn matvælaþróun hefur sagt til um. Það vísu gerst á rosalega löngu tíma og þið sjáðu að sveiflurnar eru mjög miklar sem að kannski endurspegla einhverju leyti áskoranir í þessari grein. En það skiptir líka miklu máli og skiptir líka máli hvernig við erum að nýta afla. Ég nefndi náttúrulega, Kerecis og sá öll þessi fyrirtæki sem eru að nýta kollagen og hvað eina að það við nýta afla sífellt betur en það eitthvað sem reyndar við byrjuðum á töluvert fyrr að hlutfallið milli útflutningsmagns og afla skyndilega hækkaði hérna þegar að kvótakerfinu var komið á. Einhvern veginn leyfir mér að efast að það hefur verið einskær tilviljun. En í dag, þegar að sjávarútvegurinn orðinn, kannski, hann ekki eins stór hlutfallslega á hann var, að við erum með miklu fleiri útflutningsstöðvar, blessunarlega, að þá framlagið kannski áhrifin sem eru áþreifanlega kannski öðruvísi en áður. Og síðustu ár, sérstaklega maður horfir hérna á tímabilið frá svona 2012 og þangað til núna í dag, að þá hefur sjávarútvegurinn leikið lykilhlutverk í því að drífa áfram framleiðni þróun. Hvað framleiðni? Framleiðni einfaldlega bara hvaða verðmæti við sköpum á vinnustund. Með öðrum orðum, framleiðni forsenda kaupmáttar launa eða kaupmáttar ráðstöfunartekna eða hvernig sem við líta á það. Allavega svona til lengri tíma litið þó sveiflurnar geti verið einhverjum milli ára, en til lengri tíma litið þá helst þetta algjörlega í hendur. Og eins og þið sjáum þarna, framleiðni í sjávarútvegi maxi meira í hagkerfinu heldur en í hagkerfinu almennt. Og svona með hæfilegri einföldun, ef að þessari framleiðni aukningar hefði ekki notið við, að þá væri kaupmáttur launa svona 20–30.000 krónum lægri í dag. Þetta eins og segi, með hæfilegri einföldun, en hver nákvæmlega talan aukaðri, ef að útflutningsgrein eins og sjávarútvegi var ekki búin að auka framleiðni, þá mjög líklegt að kaupmáttur launa væri lægri. En þessi framleiðni ekki án áskorana, þessi framleiðni vöxtur, það engin rósán þyrna og svo framvegis, náttúrulega samhliða þessu hefur orðið mjög mikil hagræðing, við störfum hefur fækkað mjög mikið í sjávarútvegi, en ég held maður þurfi aðeins að hugsa það lengra að þessi fækkun einfaldlega vegna þess að það þarf ekki jafn margar hendur í þetta. Og þarna frá byrjun 10. áratugsins hefur losnað í raun og veru 6.000 störf í að gera eitthvað annað. Það ekki eins og í dag við þeirri stöðu að það heldur skortur á vinnuafli. Og til að setja þetta í eitthvað samhengi þá þetta svona það bil fjölgunin sem hefur orðið í byggingariðnaði á sama tíma. Og það þekkja það allir að það mjög mikil þörf á fólki í byggingariðnaði. Þannig að það einhverju leyti þá gott að það fólk geti þá sjávarútvegurinn heldur bara áfram að skapa óbreyttu sömu verðmæti, en það losnar störfin þannig að fólk getur farið að gera eitthvað annað til að veita aðra þjónustu eða skapa aðra verðmætar vörur. Og svolítið líka merkilegt líka að minnast á það í gegnum þessa miklu þróun að þá
hefur svo hlutur launakostnaðar í verðmætasköpuninni í sjávarútvegi haldist nokkuð svona, ég veit ekki hvort það stöðugur sé rétt á orðið, en kannski réttar að segja að það er á svipuðum slóðum þannig upp úr 97 og það hefur verið síðustu ár. Þannig að þó að það sé að fækka fólki þá virðist vera að launaþróunin sé með slíkum hætti að hún sé bara starfsfólki í sjávarútvegi svona heilt yfir þokkalega hagfelld. Náttúrulega sjáðu þeir eru mjög mikla sveiflur, meiri enn í hagkerfinu almennt, mismunandi sveiflur milli fiskvinnslu og fiskveiða sem aftur undirstrika kannski áskorunir í greininni. Og allt þetta á tímabili þar sem að kaupmáttur launa hefur vaxið mikið og ég er allavega nokkuð sannfærður það að við erum með frá 91 að jafnaði með svona 2% kaupmáttarvöxt milli ára. Ég er nokkuð sannfærður það ef að til dæmis sjávarútvegur og aðra greinar sem hafa aukið framleiðni hefðu ekki náð að gera það, þá bara liggur alveg fyrir að sá kaupmáttarvöxtur hefði verið minni. Nú aðeins inn í framtíðina, við sem sagt í Arion banka gáfum út hagspá fyrir að verða mánuði síðan og þar náttúrulega kemur sjávarútvegurinn og svo systurgreinin fiskeldi aðeins við sögu og svona ég ætla aðeins örlítið rýna inn í framtíðinni, ég ætla nú ekki að fara djúpt ofan í hvað þessi spá þýðir. Við vorum að gera ráð fyrir því að það væri 4,5% hagvöxtur í ár, miklu hluti útflutningsdrifin eða utanríkisverslunardrifin sem er jákvætt. Svo smá bakslag á næsta ári, þá erum við að fá vaxtahækkanir, þær eru að bíta aðeins í fjárfestingu, en svo erum við nokkuð bjartsýn á bara hagvaxtarhorfur hagkerfisins til framtíðar að það verði jafnvel meira en hefur verið sögulega og þar meðal annars spilar inn í að bara okkur sem þjóð okkur er að fjölga svo mikið, okkur er að fjölga ennþá þó að það sé raun og veru vinnuaflsþörf fari liggur við minnkandi þá er okkur samt að fjölga næstu 1000 manns á mánuði og við lefum okkar á trú á því að það muni ýta undir hagvöxt einhverju leyti. En við skulum sjá til. Og útflutningsvöxturinn, hann hefur náttúrulega verið þannig að 21 og 22 og í ár náttúrulega bara algjörlega undirlagður af því að ferðaþjónustan er að koma úr engu upp í það sem hún var í áður. En sjáðu hérna þessar dökkgráu stabbar hérna, þeir eru svolítið lúmstóðir, þetta er sérst allt annað en þessar hefðbundnu stóðir sjávarútvegs, áls og ferðaþjónustu. Og svo hérna ljósbláu stabbarnir, það eru sjávarafurðirnar, svolítið bakslag í ár, en við svona okkur sýnist að það geti verið ágætis vöxtur svo eftir það. En aðeins að þessu annað, þetta er miklu leyti hugverkadrifin starfsemi, en inn í þess erum við líka með í vörunum, gráu pörtum og súlunum, að þar erum við með fiskeldið. Og það er miklu leyti að drífa áfram það að þetta er að vaxa svona 3-4% og upp úr næstu árum. Reyndar skal náttúrulega viðurkennast að þetta kemur áður en að varð nýjasta varð lúsasmitið komið í ljós fyrir vestan, þannig að það væntanlega hefur einhver áhrif á þetta. En við hins vegar skal segja að í Spánni þá vorum við mjög varfærin á það að það gæti orðið eitthvað gerst, að það myndi áætlanir eiga náttúrulega til að rætast ekki fullkomlega. Og maður horfir á fiskeldi aðeins meira, þarna í sjávarútveginum í heild sinni þá eru tækifærin náttúrulega bara í fiskveiðinum eru tækifærin fyrst og fremst fólkin í því að skapa meira úr jafnmiklu magni af því að fiskistofnir eru eins og þeir eru og við megum ekki ganga hart á þá, en í fiskeldinu er aðeins annað upp á teiningnum að það náttúrulega hefur sjókvíaeldi vaxið mjög mikið og í sjálfu sem má segja að séu einhverjir möguleika fyrir það að vaxa meira en það náttúrulega hverjum manni ljóst að það er svona smá bakslag núna en við skulum sjá hvernig það er, en svo er önnur hliðargrein við sjókvíaeldi, landeldi, þar sem eru gríðarlega metnaðarfull áform og þar erum við að sjá fram á að mögulega séum við að fara vel yfir 100.000 tonn í framleiðslu á laxi í landeldi og landeldi er þannig að það krefst miklu meiri fjárfestingar heldur en sjókvíaeldið og bara til að setja eitthvað samhengi á myndinni hægra megin sem hefur bara svona óbein áhrif á fjárfestingarspána okkar að til þess að þessi áform rætist næstu 10 árin þá erum við að sjá fram að það verði kannski eitthvað 300 milljarða króna fjárfesting í landeldi. Þetta gæti verið, skekkjumörk upp á einhverjum 10 milljarða en svona til að setja eitthvað í samhengi þá er þetta svona eins og íbúðafjárfesting og viðhaldaldar og íbúða á landinu í svona næstu 20 mánuði. Þetta er ekkert smáræði.
Og svona aftur að hvernig við sjáum þetta þróast bara í tekjum, bara í krónumtalið, ekkert hagfræðinga raunvirðis rugl, þetta bara krónur eins og koma skepnunni úr spanni okkar. Þið sjáum þarna að sjávarútvegurinn hann aðeins að gefa í, þetta miklu leyti verðlags- og gengisáhrif. En þið sjáum kannski svona, píri augun og má sjá að þessi grái partur hérna, hann fer stækkandi samhliða því sem að fiskeldið það vex. Nú, ég ætla ekki að hafa lengra og ég hugsa að Björn hafi eitthvað áhugavert að segja alþjóðlegt samhengi, það ekki? Takk fyrir þetta, Konráð. Náðu ekki allir að lesa hérna fyrirvaran sem að setja á í lokin, örugglega. En næstur, Björn Berg Gunnarsson, fjármálasérfræðingur, gjör svo vel. Já, komið sæl. Tek undir með Konráð. Gaman að vera með ykkur og líka gaman að fá tækifæri til þess að ræða þessa mikilvægu atvinnugrein. Vegna þess að þetta skiptir máli. Þetta skiptir auðvitað mismiklu máli eftir í hvort að við búum á Vopnafirði og vinnum við greinina eða hvort við gerum það ekki, en við búum öll á þessu sama landi. Þannig að þetta töfra orð verðmætasköpun skiptir okkur miklu máli hvernig svo sem lítum á það. Og þegar við erum að ræða grein eins og sjávarútveginn eða sjávarafurðir í heild sinni og hvernig við nýtum þær, þá er hægt að fara í ýmsar áttir með það og við gerum það. Við gerum það með ólíkum hætti. Þegar við erum að ræða magnið sem kemur úr sjónum, að þá fara sumir að lengra með pælinguna og hugsa já, en hversu mikið af þessu erum við að borða hér heima, hversu mikið er verið að flytja út. Það er auðvitað misjafnt á milli landa og í samanburði við önnur lönd. Hvert er verðmætið í þessu? Hvaða fjárfestingu þurfti til að ná þessu fram? Hvaðan erum við að koma og hvert erum við hugsanlega að fara í þessu öllu saman? Og það finnst mér mjög skemmtilegt og mjög áhugavert þegar við erum að ræða mál eins og þessi, að við tökum stöðuna reglulega. Það er grunnurinn sem við þurfum undir málefnilega og góða umræðu þetta allt saman. Við höfum ólíkar skoðanir og við höfum ákveðna eða ólíka sýn á það hvert við erum að stefna og ættum að stefna í þessu. En það er mjög hollt að taka stöðuna, að líta á upplýsingar eins og þær og gögn sem Konráð var að birta hér áðan, spá eins og Konráð var að birta, tölunar sem Heiðrún ætlar að ræða hér á eftir líka. En stundum getur líka verið ekki bara gagnlegt, heldur líka fróðlegt og bætt við okkar svona heildarþekkingu að taka nokkur skref tilbaka og líta yfir aðeins kannski á stærra samhengið, ber okkur saman við aðra og velta þá í leiðinni fyrir okkur hvað er samanburðarhæft, við hverja viljum við vera að bera okkur saman og hvert erum við mögulega að stefna í þessu öllu saman. Og ef ég tek á móti þessari stungusendingu frá Konráð varðandi þróunina og spána hans til dæmis varðandi umfang eldis, þá er svolítið áhugavert að byrja á allt og mikill einföldun þó, en kannski áhugaverðri heildarmynd sem er bara magnið á heimsvísu. Þetta er magn fisks á heimsvísu í tonnum talið. Það auðvitað segir okkur ekkert allt saman. Það segir okkur ekkert til verðmætið, hvernig er verið að nýta þetta, hverjir eru að gera það, hvaða fjárfestingu þurfti. En þetta sýnir okkur að svona undanfarin 60 ár höfum við í heildina ekki verið að ná meira upp úr sjónum. Þessi eru auðvitað misskipt á milli heimsluta og svo framvegis og nýtingin eins og ég segi, en vöxturinn hefur verið heilmikill á þessu sama tímabili. Frá því að við hámörkuðum veiðarnar hefur vöxturinn verið mikill í eldi. Og það er núna fyrir einhverjum 2 árum sem við náðum þeim merku tímamótum að ef við lítum bara á þessa einföldun, bara á magnið, bara á þyngdina, þá er eldið orðið stærra á heimsvísu en veiðar. Er það ekki bara fullkomlega eðlilegt? Okkur hefur fjölgað geysilega á þessum tíma, er það ekki? Erum við ekki bara annað eðlilegri eftirspurn sem fylgir því að okkur hefur fjölgað á heimsvísu? Nei, við erum að gera miklu meira en það, vegna þess að þessi vöxtur er meiri en sem nemur náttúrulegri þörf vegna fjölgunar fólks. Og af hverju er það? Er það ákveðið áhyggjuefni að ef þetta heldur áfram svona, þá sé kannski ekki sami markaður og hefur verið undanförnu, ekki sami vöxtur á þessu markaði? Nei, ég held að það sé bara alls ekki þannig. Það er góð ástæða fyrir þessu. Og það er meðal annars, og auðvitað þegar við erum að tala á heimsvísu, þá er þetta ekki eins allstaðar, en það er bara geysilega mikil breyting að verða almennt á því hvernig fólk hefur það. Og það er mikill fjöldi sem er að komast upp úr algjörri örbirgð og sjálfsþurftarbúskap í það að geta kannski valið aðeins. Geta farið að borða betri mat, geta farið að velja, geta farið að borða meiri fisk. Og sú þróun, hún er alls ekkert búin. Við erum bara rétt að byrja í því.
Þannig að sá markaður á heimsvísu sem kemur til með að vilja borða meira prótín, meiri hollan mat, meiri íslenskan fisk til dæmis. Sá fjöldi er alls ekkert, við erum ekki búin að ná honum. Þetta mun halda áfram að vaxa. Hvað þýðir það? Það þýðir að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því í því stóra samhengi að það sé einhver oframleiðsla í þessu, að það verði ekki markaður fyrir aukna framleiðslu á fiski. En eins og ég segi, þetta í rauninni bara sama graf og hér áðan en brotið upp á áratugina og kannski aðeins skýrari skipting á milli eldis og veiða. Að þessu eru við núna að svara með eldi. En þegar kemur að samanburði okkar við önnur lönd eins og ég nefndi, sem getur verið fróðlegt og stundum hjálplegt, þá eru þetta að bera okkur saman í ýmsum hætti. Við getum leikið okkur að því að bera okkur saman við önnur lönd, hreinlega bara varðandi það hvað við erum að borða mikið fisk. Og þegar ég fór að grafa það upp, eru einhverjir að borða meiri fisk en við Íslendingar, þá hélt ég auðvitað að það hlyti að vera Japanir. Og ef við værum að hugsa eingöngu þjóðirnar sjálfar, íbúa viðkomandi landa, þá gæti það svo sem verið. En hér, ég vinn hérna niður í bæ og annað hvort túristinn á leiðinni inn á einhvern veitingastað að borða sér fisk eða maður bara finnur á litninni að hann var að gæða sér á einhverju góðu. Þannig að þeir eiga sín skerf í þessu 1,5 kíló á viku sem við erum að borða að fiski, það eru túristarnir. Það bara eitt land þar sem þetta meira og merkilegt nokk, við höfum verið á smá túr landi sem hefur verið mjög skemmtilegt og það var Vestmannaeyingur sem vissi þetta. Ég var alveg viss að hér myndi ég standa á öllum fundum, þetta eina sem ég myndi vita betur en fólki í salnum fiskinn. En það kannski að því að það eru aðrar eyjar sem eiga mikið undir náttúruöflunum og það eru Maldíveyjar. En erum við í þessum samanburði? Við getum hlaupið í ýmsar áttir með samanburð og með gögnum sjávarútveg. Erum við mikið að bera okkur saman við Maldíveyjar þegar kemur að iðnaði, þegar kemur að verðmætasköpun eða þessu? Nei, við erum kannski ekki mikið í því. Þrátt fyrir að þeir séu að borða jafn mikinn fisk og við. Við erum að bera okkur yfirleitt saman við Evrópu. Og þá byrjum við samanburðinn kannski allt of grunnt, með allt of mikilli einföldun sem magnið. Og þar eru Rússar en aftur þurfum við ekki að setja smá fyrirvara við það. Það ekki verið að veiða þetta allt saman í Evrópu. En ef við flokkum þá sem Evrópuþjóð, þá eru þeir langstærstir í magninu. Þeir eru með eldgamlan flota. Verðmætasköpunin ekki nærði eins mikil og öðrum löndum sem við viljum bera okkur saman við. En við þurfum alltaf að leiðrétta allt svona, hvort sem það í kollinum eða með formlegum hætti, fyrir öllu slíku. Nú, Norðmenn eru næststærstir. Hverjir ætli séu þarna í 3. sæti í magninu? Það eru við, það eru Íslendingar. Og eftir okkur koma svo Spánverjar, Danir og svo það Færeyingar. En þetta bara magnið. Þetta ekki allt sami fiskurinn. Alaska ufsi rússneskur sem verið að senda á aðra markaði eða einhvern marning ekki sama verðmæti og þorskurinn sem við erum að hífa upp. Þannig að það ekki allt saman. En höldum okkur aðeins við magnið samt lengur og lítum á hina hliðina af þessu eða þennan vaxtabrót sem eldið. Það engin verðlaun í boði fyrir það að giska hverjir eru stærstir í eldi í Evrópu. En það eru Norðmennir sem að bera það uppi. Og þá komum við líka að þessum samanburði ekki bara í magni, heldur í mögulegu verðmæti, vegna þess að næststærsta landið eru Tyrkir. Þeir eru ekki í laxinum, þeir eru ekki að flytja allt saman út. Þrátt fyrir að þeir séu næststærstir í magni, þá verðmætasköpunin talsvert minni og öðruvísi, þrátt fyrir að þetta sé mikið magn. Og áfram höldum við Rússarnir koma þarna næst svo Spánverjar, Bretar og loks það Frakkar. Við komumst ekki þarna á listan, mögulega einhvern tímann seinna, þið sáu Spána hjá Konráð hér áðan, en við erum ekki alveg komið þangað. En auðvitað rekum við augun í Norðmenn og við höfum oft borið okkur saman við þá og reynt að kynna okkur á hvaða ferð þeir hafa verið og þrátt fyrir að svona yfirborðskennt finnist okkur nú þeir vera ekkert svo frábrugðnir okkur, þá nálgast þetta með allt öðrum hætti. Ef við lítum á smá samanburð á milli okkar og þeirra í þessum nákvæmlega sömu tölum og við vorum að líta hér áðan, bara í magninu, þá sjáum við að munurinn liggur auðvitað í eldinu að langmestu leyti. En ég ekki eðlilegra að við séum að bera okkur saman í einhverju öðru sem tengist verðmæti, eins og til dæmis í útflutningsverðmæti.
Og auðvitað það þannig þegar við erum að hugsa útflutningsverðmæti að það mismikil fjárfesting sem getur legið þarna á baki. Útflutningsverðmæti segi ekki allt saman en þau eru einn ágætis mælikvarði sem hægt að miða við. Útflutningsverðmæti sjávarafurða Noregs þetta næst stærsta gjaldeyrisskapandi grein þeirra, auðvitað eftir olíunni, það segir sig sjálft. En eingöngu fiskurinn þeirra um 2/3 af landsframleiðslu okkar Íslendinga. Þetta er geysilega mikið. Auðvitað eru við öll að hugsa það sama, þeir eru líka miklu fleiri og það alveg rétt, við kannski kíkjum á höfðatöluna á eftir. En hvar verða þessi verðmæti til í Noregi? Þau verða til í laxinum að langmestu leyti. Þeir eru að veiða heilmikið eins og við sjáum, en laxinn það sem að öllu máli skiptir í þessu útflutningsverðmæti þeirra heilt yfir. Auðvitað liggur þarna mjög mikil fjárfesting að baki. En hvað við fyllt þessu? Þarna er áhugavert að fara í smá samanburð við okkur, ekki bara svona samanburð þar sem við erum að bera saman þessar sömu tegundir Normanna við hér heima, auðvitað með þeim fyrirvara topp 6 listi. Normann ekki svo sami á topp 6 listi okkar. Og þetta bara punktstaða, við erum auðvitað að færast nær þeim í laxinum. En það sem hefur gerst í Noregi eins og hér auðvitað að veiðar og vinnsla hafa miklu leyti gengið út og það að ná fleiri krónum út úr hverju kílói. Eða hvað hafa Norðmenn verið að gera nóg af því? Nei, í rauninni ekki. Heiðrún veit miklu meir það og við kannski sjáum það eins og eftir. En þessar greinar orðna tiltölulega fullorðnar þar sem að veiðin hefur náða ákveðnu leyti hámarki í magni þó að því séu þetta misskipt á milli tegunda eins og ég nefndi, en það hefur verið mjög mikill vöxtur í hugvitsamri starfsemi eins og Konráð sýndi okkur áðan þar sem verið að búa til meiri verðmæti út úr hverjum fiski sem veiddur sem við högnumst öll á. Þangað eru Norðmenn komnir í eldinu sínu. Þessi ofboðslegi vöxtur sem hefur verið í undanfarna áratugi í aðalega laxeldinu en almennt í eldi í Noregi. Þar hefur auðvitað fókusinn verið svo mikið á vöxtinn. Það sem að gerast núna að hægt hefur til muna á vextinum í Noregi og fókusinn á það hvernig núna náum við meir út úr því sem við erum að gera þannig að allir hagnist á því og þá eru auðvitað umræðan það hvernig þessu skuli skipt, hvernig þetta sé sem hagkvæmast, hvernig verðmætasköpunin verður sem mest. Það sem hefur fylgt því sem við munum mögulega sjá hér á Íslandi ef spáin hans Konráðs til dæmis rætist, þessi áhugaverða uppbygging nýsköpunarstarfsemi í tengslum við laxeldið í Noregi. Og það alveg magnað að fylgjast með því. Ekki bara í fjölda fyrirtækja sem hafa sprottið þar upp til þess að takast á við ákveðin verkefni, til þess að þjónusta þennan iðnað, heldur dreifingin yfir landið. Noregur land sem hefur verið upptekið að því frá því að olían fannst, að halda landinu í byggð, norður eftir öllu. Þeir hafa beitt sjávarútveginum í þessu, þeir hafa verið að niðurgreiða veiðar að mjög miklu leyti og vinnslu til þess að halda byggðunum uppi. En hvað hefur gerst núna samhliða þessum vexti í eldi sem magnað? Þetta sprottið náttúrulega upp norður eftir öllu landinu, sem mjög áhugavert og býr til mikil tækifæri fyrir þá hugvitsamt fólk sem vinnur í námunda við iðnaðinn. Þetta ekki byrjað hér heima að eins miklu leyti og magni og mögulega verður. Við höfum séð það svo sannarlega í veiðum og vinnslu hér heima að allur þessir iðnaður hefur sprottið upp. Gætum við átt slíkt innivarandi eldið ef það vex? Ég sé bara af hverju ekki. Nú, ef við berum eingöngu norska laxinn og útflutningsverðmæti hans saman við allan okkar útflutning, þá sjáum við magnið. Ég að segja með þessu að við séum að fara þangað? Nei, alls ekkert endilega, ég hef ekki hugmynd það. Þetta þetta verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna að ná einhverju skynsamlegri að þetta svona gangi sem best hjá okkur þannig að við lendum þessu með þeim hætti þar sem verðmætasköpunin verður sem best og hagfelldust fyrir okkur sem þjóð. En þetta alvöru peningar og það rauninni þess vegna sem ég set upp með þessum hætti. Við erum ekkert að fara að verða nákvæmlega eins og Norðmennir, en hvernig svo sem við nálgumst þá eru þetta verðmæti sem ekki bara munu gagnast okkur með sama hætti og útflutningur gerir almennt, heldur setur enn eina stoðina undir útflutningin okkar sem algjörlega nauðsynlegur fyrir ákveðin stöðuleika hérna. Og talandi slíkt, þá höfum við borið gæfu til þess að byggja nokkra stoðir hér undir útflutning og gjaldeyrisköpun hjá okkur, en það nú kannski ekki nákvæmlega eins þannig hjá Færeyingum.
Og við erum ekkert vola mikið í því, það ekki mjög vinsælt svona almennt inn á kaffistofuna að vera að segja, varst að sjá hvað Færeyingar að gera. En það alveg áhugavert vegna þess að ákveðnu leyti þetta samanburðar hæft. Ef við lítum á sambærilega tekjur, útflutningstekjur og við skoðum áðan hjá Norðmönnum, og þá sjáum við hér að rétt eins og hjá Norðmönnum laxinn bara orðinn alveg svakalega stór hjá Færeyingum ekki. Nærri því eins stór en í hlutfalli við sjávarútveg í heild sinni við útflutningsverðmæti sjávarafurða laxinn orðinn ótrúlega stór. Þeir eru hins vegar ekki með þessa dreifingu á sínum útflutningi almennt vegna þess að Færeyingar eru ekkert ólíkur stað og við vorum fyrir einhverjum 55-60 árum áður en að við fórum hér í stóriðju. Þar sem að útflutningurinn okkar byggðina eingöngu á sjávarafurðum. Þetta skiptir ennþá geysilega miklu máli fyrir okkur en ekki eingöngu. Hjá Færeyingum þetta þannig að það má ekkert út af bregða. Nú berum okkur saman þá eingöngu varandi laxinn aftur. Við erum ekkert endilega, ekkert náttúrulögmál að við séum að fara inn á nákvæmlega sömu tímalínu og Færeyingar. Það ekkert víst að við viljum það ekkert víst að það stefni í það, en miðað við spána til dæmis sem Konráð var að birta hér áðan, þá eru samt ótrúlega líkindi með þessu tvennu. Og ef við reiknum þá með því að okkur beri gæfa til þess að lenda þessu með þeim hætti þetta gangi nú þokkalega hjá okkur, að þá gætu við mögulega, ég veit þetta einföldun, kosið að líta þannig á, við séum cirka 10 árum og eftir Færeyingum í þessu. Vegna þess að þeir voru í útflutningsverðmæti síns lax á sama stað fyrir áratug og við erum núna. Og vöxturinn sem hefur verið síðan í Færeyjum ekki ólíkur vextinu sem Konráð, mögulegum vexti sem Konráð var að tala hér áðan. Hvaða máli skiptir það? Já, þetta eru raunverulega mjög mikil verðmæti sem gætu þá verið að bætast við og afleidd starfsemi sömuleiðis. Það hljómar hérna eins og ég sé bara að tala eldi og öll framtíðin sé þar. Alls ekki. Þetta nýtt, þetta áhugavert, við vitum ekki hvernig framtíðin það meiri óvissa varandi þetta, en auðvitað nýsköpunin og krafturinn og einbeiting okkar varandi verðmætasköpunina í dag að langmestu leyti í veiðum og vinnslu. Þetta getur bæst við. Það hægt að leika sig með það að setja Norðmenn inn á einhverja svona mynd en það hefur ekkert upp á sig, þá hverfum við bara út af myndinni. Við erum ekkert endilega á leiðinni þangað. Nú förum í meiri samanburð vegna þess að nú var ég eingöngu að tala útflutningsverðmæti og það alveg eðlilegt þegar við erum að skoða tölur eins og þessu. Ekki eðlilegt, það bara nauðsynlegt að við séum gagnrýnin á tölur. Að við segjum hvaða máli skipta útflutningsverðmæti. Af hverju var hann á að sýna útflutningstekjur af sjávarútvegi í samanburði við útflutningstekjur af ferðaþjónustu. Það ekki sama fjárfestingin sem liggur að baki. Það ekki sama fjárfestinga þörf sem þarf mögulega til þess að búa til útflutningstekjur innan sama ársins. Það alveg rétt. Önnur leið geti mögulega verið að líta á þetta sem bara hlutdeild í efnahagsumsvifum á árinu. Og þegar kemur að mikilvægi eða umsvifum á árinu, þá eins og Konráð var að nefna áðan, 6,9% hér sem eru þá mögulega beinu áhrifin, en afleidd áhrif og óbein áhrif kannski á bilinu 15-20%. Þetta minna hjá Norðmönnum, þeir eru bara fleiri, þeir eru bara með stærri efnahag, en hjá Norðmönnum þetta geysilega stórt. Svo alltaf hægt að fara í ákveðna æfingu sem voðalega vinsæl, þetta sem höfðatalan, hvað erum við að tala þá í útflutningsverðmætum og haus. Það í rauninni ekkert ósvipuð tala og við sáum áðan varandi, eða ósvipuð hlutöll og við sáum áðan í samanburðinum varandi landsframleiðsluna. Nú, í risastóra samhenginu, við skoðum okkur bara á heimsvísu, þá eitt að líta á okkar hlutdeild í veiðum. Hvað erum við að taka í tonnum talið upp úr sjónum ef við lítum á allt hafið svona, sem einn stóran pott? Það ekki nema 1,6%. Við erum miklu stærri í þessu þegar litið á verðmæta sköpun og það eru nú ekki mörg lönd eða eru nokkur þar sem við erum að koma út í plús í þessu. Hvað með eldið? Þar eru við ekki ennþá þáttakandi sem neinu nemur, en á heimsvísu eru þetta geysilega stór hluti eldis í tiltölulega ódýrum tegundum, þannig að við munum ekki vera hér í ef við fylgjum fordæmi nágranna okkar þá erum við að fara í verðmætt eldi per kíló. Hér sjáum við þá okkur og nágranna okkar í samanburði við stærstu fiskveiðiþjóð heims sem eru Kínverjar. Þeir eru stærstir þarna allstaðar. Aftur, það gefur augaleið við varum að tala verðmæti og bera okkur saman, þá það allt annað. Vegna þess að margar þjóðir eru að ná miklu upp úr sjónum, margar þjóðir eru að mæla mikil verðmæti í þeim
fiski, margar þjóðir eru jafnvel að flytja út talsvert og mikil útflutningsverðmæti en eru samt í mínus. Þetta snýst þegar, eins og þegar Konráð var að nefna Vopnafjörð sem honum leiðist ekki, auðvitað er misjafnt hjá okkur hvernig við verðmetum þessi verðmæti eftir því hvort við erum beint að vinna í þessu eða ekki. En við högnumst öll á því ef þetta er í plús og ef vel gengur heilt yfir vegna þess að það lítið upp úr þessu að hafa ef við þurfum að vera niðurgreiða svona lag. Varðandi eldið þá auðvitað mælust við ekki og Kínverjar eru þarna langstærstir. En ég veit að ég hef verið að fara svona úr einu í annað og ekkert, allar þessar tölur eru ekkert allar samanburðarhæfar, en ég held að það sé gott fyrir okkur og heilbrigt og mikilvægt innlegg í almenna umræðu þetta að við staðsetjum okkur meðal annarra þjóða. Að við áttum okkur á muninum sem felst í því að vera í magn og massaframleiðslu, massabusiness eða því að búa til raunverulegt verðmæti. Vegna þess að raunveruleg verðmæti liggja sjálfsögðu í því og á því högnumst við öll. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, þá erum við Konráð búin að hita upp. En takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn Berg. Já, hita upp fyrir aðalbandið. Það er Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Gjörðu svo vel. Takk kærlega. Mér líst reyndar ekkert á það að það sé verið að hita upp. Einhvern veginn gæti þetta orðið þannig að ég sé eins og þjálfari Manchester United að það gangi allt á afturfótunum núna þegar ég loksins kem í pontu að þá hefst hörmungin. En við skulum vona ekki. Við höfum verið að fara í þessa hringferð sem hefur bara verið ótrúlega skemmtilegt og lærdómsríkt. Mæting hefur verið vonum framar og umræður frábærar. Við sjáum bara fjölbreytni, fyrirspurna og hugleiðingar sem að fólk hefur að það er klárlega verk að vinna að auka samtalið þessa atvinnugrein og ég vona allavega að við höfum gert eitthvað gagn í þessari hringferð okkar með því. En mér langaði þá aðeins að víkja að svona beinu efni þessa fundar, hvað hefur sjávarútveg gert fyrir þig og fyrir samfélagið, fyrir hvern er nú þessi atvinnugrein. Þá langar mig að nálgast þetta aðeins út frá þessu. Markmið íslenskra fiskveiðistjórnar eru auðvitað hámarka verðmæti sjávarauðlindar fyrir þjóðarhag. Það engin ný sannindi, en eins og Konráð meðal annars kom hérna inn á, hvað er það sem í hverju felst þjóðarhagur? Og við vorum að tala hér útflutningsdrifinn hagvöxt meðal annars. Og það auðvitað kannski grundvallar þátturinn og verkefnið einmitt að tryggja varanlegan útflutningsvöxt þannig að við séum með sjálfbæran hagvöxt og þetta góð lífskjör, áframhaldandi góð lífskjör hér á landi. Ekki bara fyrir okkur sem að hér sitjum, heldur líka þá fyrir komandi kynslóðir. Þannig að allir útflutningsatvinnuveinnir verða auðvitað að gera það upp fyrir sig og finna leiðir til þess að auka þessi verðmæti. Þannig að mér finnst mikilvægt þá að við sem atvinnugrein útskýrum fyrir fólki hvað er hægt að gera þannig að sjávarútvegur geti áfram verið með myndarlegt framlag til hagvaxtar og auðvitað áframhaldandi góðra lífskjara. En þá kannski aðeins að þessum útflutningsverðmætum og þetta kom nú líka hérna einhver leyti fram áðan. Þarna sjáum við útflutningsverðmætin á bláu súlunum, hvaða verðmæti það eru sem að liggja í útflutningi sjávarafurða. Og síðan auðvitað gula línan er þá hlutfallið af vöru og þjónustu útflutningi og eins og komið hefur inn á og þið þekkið vafalaust, þá vorum við auðvitað bara með eitt egg í einni körfu lengi vel þar sem að sjávarútveg var eina útflutningsatvinnugreinin okkar. Og hvað þýddi það? Jú, þegar að gaf á bátinn í sjávarútvegi að þá fundum við öll fyrir því. Eða við, ég var reyndar ekki fædd á þessu tíma, en síðan auðvitað höfum við blessunarlega, okkur hefur tekist að auka eða fjölga eggjunum og körfunum þannig að við séum að dreifa áhættunni og fá þar með fleiri útflutningsatvinnugreinar. Og hversu er það mikilvægt? Jú, það er mikilvægt til þess að við séum með stöðugri vöxt í þessum útflutningi og séum að treysta betur lífskjör og hagvöxt auðvitað hér á landi. Þannig að hlutfall sjávarútvegs hefur auðvitað minnkað blessunarlega, en það breytir því ekki að mikilvægið er engu minna að hver og einn útflutningsatvinnuvegur stuðli að því að það sé áfram verið að huga að þessu stóra verkefni. Nú er gott að búa á Íslandi, það er bara góð spurning
og ég vona að flestir geti svarað því þannig að það sé gott að búa á Íslandi, já, og hér viljum við vera. En kannski svona fyrsti mælikvarðinn og svona hinn hefðbundni einfaldasti, ég segi ekki hans er mjög einfaldur, mælikvarði á lífskjör einfaldlega að skoða laun. Og laun á Íslandi eru klárlega há í öllum alþjóðlegum samanburði. Ég heyrði reyndar daginn þingmann staðhæfa að laun á Íslandi væri í raun ekkert há í alþjóðlegum samanburði og ég vísa því auðvitað til föðurhúsanna. Það gæti ekki verið fjær lagi. Þarna sjáum við að Norðmenn eru efstir, auðvitað olíuþjóð og eins og Björn hefur nú einhvern tímann sagt að það þarf ekki nema að velta steinn niðan úr fjalli og þá finna þeir gull eða aðrar gersemar í því landi. Síðan erum við þarna með, númer 2 þá Luxemburg, fjármála miðstöð og síðan koma Íslendingar. En auðvitað langt yfir meðaltali í ESB meðal annars. Þannig að við sjáum þá þessum einfalda mælikvarða að lífskjör á Íslandi eru sannanlega góð. Þannig að okkur hefur gengið ágætlega en verkefnið að sjálfsögðu að þetta haldi áfram. Hvernig tryggjum við að við búum áfram hér á þessu landi og það líður öllum tiltölulega vel. Sjávarútvegur hefur sannarlega lagt töluvert til í þessum, í því að búa þannig að Ísland verði hálaunaland í öllum samanburði. Þarna erum við með staðgreiðsluskyldar launagreiðslur þá í atvinnulífinu í heild sinni, niður á einstaka atvinnugreinaflokka og þið sjáið þarna að meðaltalið í hagkerfinu þá eru staðgreiðsluskyldar launagreiðslur 695.000 krónur á liðnu ári og þið sjáið að sjómenn tróna þarna auðvitað á toppnum og hafa gert eins langt aftur og mælingar Hagstofun á 642.000 krónur á mánuði. Mér finnst þó rétt að geta þess og halda því alveg skýrlega til haga. Þarna erum við ekki með vinnustundir inni og ég geri ekki lítið úr því að starf á sjó öðruvísi en mörg önnur störf. Það viðvera eða fjarlægð frá heimili, ástvinnum til lengri tíma. Það skiptir auðvitað máli að það sé umbunað fyrir þess háttar fjarveru. Þannig að það verður alls ekki gert lítið úr því en ég tel að þessar tölur sýni að það svo sannarlega gert og meira segja við tókum þannig 2017 sem að áhugavert vegna þess að það árið þar sem að við munum það því miður, mann maður það of vel þegar að sjómannaverkfalli var, þar sem að það voru ríflega 2 mánuður á því ári þar sem ekki var sóttur einn einasti sporður úr sjó. Eftir sem áður voru sjómenn launahæsta stétt landsins það árið. Síðan líka mjög áhugavert og jákvæð tíðindi þarna laun í fiskvinnslu sem að voru þá á liðnu ári 748.000 krónur. Og það í raun tiltölulega nýlega sem að fiskvinnslan komin yfir meðaltalið í hagkerfinu í heild sinni. Það tölur sem að aðrar þjóðir þekkja ekki og við höfum þetta lengi vel ekki þekkta, það nýlegt eins og ég segi. En mér finnst alltaf gaman að sýna þessa mynd sérstaklega þegar koma aðilar hingað til lands og að velta fyrir sér hvernig þeir geta komið sér upp sambærilegu fiskveiðistjórnunarkerfi og við höfum verið með. Að hver eru jákvæðu áhrif þess og þegar erlendir aðilar sjá að það sé fólk í sjávarútvegi sem að tróni á topp launahæstu atvinnu eða stétta landsins að þá því svo sannarlega ekki að heilsa í öðrum löndum. Þannig að þetta klárlega auðvitað framlag til góðra lífskjara hér á landi en ekki síður líka jákvæður þáttur í þeirri mynd þegar við segjum að við séum með sjálfbæra atvinnugrein og hluti sjálfbærninnar auðvitað fólkinu sem að þar starfar líði vel og fái umbunað sanngjarnt og vel fyrir sína vinnu. En nóg þetta, stóra verkefnið auðvitað þetta. Hvernig getum við tryggt útflutningsvöxt við nýtingu takmarkaðrar auðlindar? Það hellingur að sækja enn í sjávarútvegi hvað verðmæti varðar. Og við megum svo sannarlega ekki sofna á verðinum þarna í þeirri vonum að eitthvað annað og betra komi. Í þeirri von að hugvitsdrifinn iðnaður muni aukast verulega, að eitthvað annað komi sem að tryggi það að hér verði áfram hagvöxtur og góð lífskjör. Við þurfum að sjálfsögðu að stuðla því að grundvallar útflutningsatvinnuvegirnir séu áfram að skila sínu.
Og það svo sannarlega vel hægt og hvað það í sjávarútvegi sem að getur auðvitað varða þessa leið áfram, hvað kennir sagan okkur í því sem að vel hefur verið gert. Og þá ágætt að líta í fyrsta lagi á þá verðmæta sköpunina heima fyrir. Þarna erum við með útflutningsverðmæti á þorski og það mikilvægt þegar maður hugar að því hvernig tryggir maður eða býr maður til verðmæti fyrir þjóðarhag að huga að þeim þáttum sem að lágmarka það að við séum bara hráefnis útflytjandi. Að við séum með skilyrði hér á landi sem að tryggi það að verðmætasköpunin verði hér heima fyrir. Og ég hygg að þar hafi okkur tekist ágætlega, meðal annars með samþættingu veiða og vinnslu, að við erum með myndarlega verðmætasköpun í vinnslu á afurðum hér heima. Og þorskurinn klárlega gott dæmi þetta, þar sem við erum að vinna í að mestan hluta, yfir 90% af þorskinum unnin hér heima, sem þýðir það að við fáum hærri verð fyrir þessa afurð okkar en aðrar þjóðir. Og þarna hefur við borið saman þá Grænland, Færeyjar, Noreg og Ísland og við sjáum þarna að við höfum verið á toppnum þar lengra aftur en þessar tölur ná. En ég kem aðeins betur inn á þetta á eftir hver þessi munur á milli landanna. Og bara eins og Björn var að tala það svo mikilvægt að staðsetja okkur í samanburði við aðra. Og við kannski fórum svona í þennan samanburð meðal annars vegna þess að við getum sagt að við höfum verið, það voru vonbrigði, má segja, við vorum tiltölulega ósátt við það, að þegar að fyrir dyrum mikil vinna við stefnumótun sjávarútveg, hvert skuli stefna framvegin, að það hafi ekki tekist í þeirri vinnu sem átti sér stað af hálfu matvælaráðuneytis að víkja þá að þessu heildarsamhengi hluta. Hvar stöndum við á meðal þjóða? Hvað erum við að gera betur og hvar getum við litið til annarra þjóða í því hvað þau eru að gera vel? Þannig að þá töldum við mikilvægt í öllu falli að við tækjum þetta verkefni að okkur og settum okkur þá í eitthvað samhengi við aðra og þá gætum lagt mat á það, erum við að gera vel eða getum við gert betur. Það í raun sömu sögu að segja aðrar tegundir. Þarna tökum við ýsu og ufsa sem dæmi líka. Við erum auðvitað algjörlega sér á báti í verðmætasköpun hvað vinnslu á ýsunni varðar. Þrátt fyrir það erum við að flytja eitthvað óunnið úr landi, þannig að þarna má enn gera betur og huga að því hvaða skilyrði eru það sem að gætu enn frekar bætt verðmætasköpun í þeirri afurð eða í þeirri fisktegund meira. Ufsin líka ágætt dæmi. Ég ætla nú ekki að segja að það sé alltaf jólin í ufsa. Stundum gefur vel og stundum ekki og stundum gengur vel að selja og stundum ekki. En við sjáum þarna að við erum búin að auka verulega verðmæti per kíló í ufsanum. Bara þarna á milli 21 og 22. Það kemur kannski ekki endilega til bara af góðu. Það kemur meðal annars til vegna þess að það hefur verið verulegur niðurskurður í þorski á umliðnum árum. Þannig að vinnslur hafa þá hugað að því hvernig hægt að búa til aukin verðmæti úr öðrum tegundum. Og þarna nú ekki, það má kannski segja að það eru fáir aðilar enn sterkir sem að hafa verið í þessu að auka vinnslu á ufsa hér heima og við sjáum þar af leiðandi líka töluverða aukningu í útflutningi til landa sem að kannski ufsi hefur ekkert verið sérstaklega sterkur í eins og til dæmis Frakkland, hátt borgandi markaður. Þannig að það eru sannarlega tækifæri í þessu eins og þið sjáið að það hægt að gera betur en það veltur að sjálfsögða á því hvaða skilyrði eru til staðar borgar sig að vinna afurðina hér á landi. Er það hægt? En víkjum þá aðeins líka að uppsjávarafurðum og það líka mikilvægt, ekki bara í því samhengi að við séum að tryggja verðmætasköpunina hér heima fyrir, heldur finnst mér líka mikilvægt að ræða þetta í samhengi við kjaramál sjómanna. Við erum ótrúlega oft að takast á það hvaða verðmætum skipt og hvort að svo skipting sé réttmætt í hlutaskiptakerfi á sjó. Og þarna sjáum við makríl og síld samanburð á milli þessara sömu landa og við sjáum þar að þar eru Norðmenn sem að tróna á toppnum í verðmæti fyrir sínar makrílafurðir. Auðvitað getur margt skipt þar máli en hinir augljósu þættir í því hvers vegna tekst okkur ekki að vera sigurvegarinn í makrílnum eins og í hinum tegundunum. Það eru kannski svona augljósir þættir eins og það að við höfum ekki langa sögu og Norðmenn hafa makrílveiðum, þeir hafa veitt makríl í áratugi og þar með verið í markaðsstarfi við sölu á makríl í áratugi
eru mjög sterkir inn á Japansmarkað sem hæst borgandi markaður fyrir makríl. En það sem skiptir líka verulega miklu máli að Norðmenn hafa haft aðgang að lögsögu, skoskri lögsögu meðal annars til veiða á makríl, þar sem að makríllinn í besta ásigkomulaginu. Það sama að segja Færeyinga, þar til nýlega, þá hafa þeir líka haft aðgang að lögsögum annarra ríkja, en Íslendingar hafa ekki notið þeirra forréttinda, þannig að makríll hefur verið veiddur í íslenskri lögsögu og á alþjóðahafsvæði. Eftir sem áður hefur Íslendingum tekist að búa til ótrúlega mikil verðmæti á stuttum tíma úr kannski afurð sem að hefur ekki alveg sömu gæði og frændur okkar Norðmenn eru að veiða og svo framvegis. En ég alveg viss það og ég mjög bjartsýn á að okkur takist, svona miðað við söguna hvað aðra tegundir varðar, að okkur takist að koma okkur á toppinn hvað makrílinn varðar áður en langt líður. En síldin þarna líka og þar auðvitað því fyrir að fara eins og ég nefndi hér áðan að við trónum þar á toppnum líka í útflutningsverðmætum á kíló. Kannski fyrir svona leikmenn sem eru ekki mikið inn í hlutaskiptakerfi sjómanna, hvers vegna ég að segja að þetta skipti máli í þeirri umræðu? Jú, vegna þess að við heyrum oft sinni sögur eða stundum sögur af því að sjómenn hafi jafnvel efasemdir það að það sé verið að gefa rétt verðmæti upp til útflutnings á þeim afurðum sem veidd eru og þar með verði laun sjómanna lægri. Þessar myndir gefa þeim sögum ekki byr undir vangi. Þessar sögur sýna einmitt, eða þessar tölur, þær sýna einmitt að við erum að hámarka verðmæti afurðarinnar hér heima til útflutnings á erlenda mjög harða samkeppni á þeim mörkuðum. Þannig að ég hygg að svona tölur séu gagnlegar inn í það samtal til viðbótar við auðvitað samtalið laun almennt og hvar sjómenn standi í því samhengi eins og ég kom inn áðan. En aðeins nánar þetta, hvað þýðir það að vera með verðmæta sköpun heima fyrir og hvað þýðir það að vilja svona eins að leggja í að metnaðin í það að við verðum ekki hráefnisútflytjandi. Þarna sjáum við þá einfalla munin á því hvað við erum að flytja út af þorski þessar þjóðir í bæði magni og verðmætum og við sjáum þarna bláa litla kubbin hjá Íslandi að 11% af magni í þorski fór óunnu úr landi árið 2022 og okkur líður mjög illa með það. Það verður yfirleitt umræða það þegar útflutningur og óunnum afla eykst. Þá förum við að hafa af því áhyggjur. En ég meina þegar við skoðum þetta í samhengi við eins og til dæmis Norðmenn sem eru fyrst og síðast hráefnis útflytjandi, þá sjáum við hversu stór bláasúlan þar. Hversu mikið af óunnum þorski að fara frá Noregi sem bara hráefni til verðmæta sköpunar í öðrum löndum. Þannig að þorskur þá fluttur til, miklu leyti til Póllands og Kína til áframhaldandi vinnslu þar og svo kemur hann aftur inn til Evrópu. Með tilheyrandi auðvitað kolefnisspori en líka þá verða þessi verðmæti ekki til í Noregi því tilviki. Þau verða til einhvers staðar annars staðar. Þannig að við eigum áfram að sýna metnaði þessu og ég hygg nú að fjárfesting í vinnslu einmitt sýni að það sé sín sjávarútvegs framvegin að við tryggjum áframhaldandi vinnslu hér heima. En kannski til að setja þetta og vonandi, ég vona ég sé ekki að fara of djúpt í hugðarefni sjávarútvegs, en bara til að reyna að einfalda þá þessa mynd sem hér kemur fram, að svona ef maður segir litagleðin sem að þið sjáið á íslensku súlunum, skiptir líka mjög miklu máli. Vegna þess að það sýnir líka hversu sveigjanlegur íslensku sjávarútvegur og hvað hann að framleiða í raun ólíkar afurðir úr þorski, þessari einu tegund. Hversuna skiptir það máli? Jú, það skiptir máli í áhættu dreifingu þegar gefur á bátinn á okkur einu markaði að geta fært sig yfir á annan og líka þá geta reynt að sækja hæstu verðin hverju sinni með framleiðslu ólíkra afurða. Við sáum þetta líka í COVID hversu miklu máli þetta skipti. Að þegar að hótelin loka, þegar að veitingastaðir loka, að sjávarútvegur geti og eigi viðskiptasambönd við aðra viðskiptavini sem í öðrum geirum og það var þá smásöluverslunin sem að koma inn. Að sveigjanleikinn skiptir svo miklu máli til þess einmitt að reyna að hámarka verðmætin og fá sem hæst verð. Þannig að það til mikils að keppa í þessu, að hafa þennan fjölbreytileika skiptir bara mjög miklu máli. En útflutningsverðmæti segja kannski ekki alla söguna, þrátt fyrir að þau skipti töluvert miklu máli.
Ef að það þannig að maður hugsar sitt eigið heimilisbókhald, að þá ekki nóg að hafa háar tekjur ef að maður eyðir þeim mun meira á móti. Að það óskynsamlegt svona almennt í bókhaldi. Og það það sama með þá útflutningsatvinnuvegin, að við verðum að huga að því hvað kostar að framleiða þessa vöru hér heima. Að kostnaðurinn sé ekki umfram tekjurnar sem við fáum. Og það stóra verkefni líka þegar ég segi að það áskorunin framvegin að við tryggjum það að verðmætasköpunin verðir hér heima, að við skilum okkur þá réttum megin eða fyrir ofan núllið, ef svo má segja. En hvað það þá, í hvaða kostnaði liggur þessi tekjur, eða hvaða kostnaður í því að búa til þessar tekjur? Þarna við með laun og launatengd gjöld og opinber gjöld útgerða sem hlutfall af aflaverðmæti og aftur við í samanburðinum við önnur lönd og við tökum þarna nokkrar tegundir útgerðarflokka eða skipaflokka. Við erum þarna með tvenns konar frystitogara, svona til að reyna að ná sem bestum samanburði því það einfaldlega bara misjafnt hvernig mönnun borð á milli landa. Síðan erum við með ísfisktogara og þar erum við bara með Ísland og Noreg því að við erum ekki með þess áttar togara í hinum löndunum. Og svo erum við þarna með uppsjávarskip. Og þið sjáið að Ísland í öllum tilvikum með hæstu launin og launatengdu gjöldin og opinberu gjöldin að einu tilviki sem undan þá í eitt skipti. Það Færeyjar í uppsjávarskipi. En kannski til að fara aðeins yfir, án þess að fara yfir hverja á hinna súlu, en svona bara til að setja þannig að þið skiljið hvað þarna að tefla. Að þá ef við tökum frystitogari 24 manns borð, að þá sjáum við að Ísland þarna með 47% hlutfall í þessum gjaldaliðum. En eins og þið sjáið, hinir töluvert lægri og ástæða þess að við erum með þarna Færeyjar A og B. Vegna þess að við veiðar að þá það þannig að ef að þorskurinn veiddur í Barentshafi, þá ber hann veiðigjald og þá leið fara laun fyrir dökkbláa súlan aðeins niður, laun sjómanna lækka vegna þess að sjómenn í Færeyjum taka þátt í greiðslu veiðigjaldsins. Færeyjar B þá þorskur sem veiddur á heimamiðum og það verður nú að segjast eins og að það nú líklega ekki mjög blómlegar veiðar því það tiltölulega lítið að þorski á heimamiðum í Færeyjum. Sama með 17 hitt frystitogara dæmið. Þá eru aftur með þannig Grænland A og B og það vegna þess að Grænlendingar gera greinamun á því hvort að þorskurinn honum landað í Grænlandi og unninn þar eða hvort honum landað annar staðar og þá yfirleitt í Danmörku. Að þá ber hann veiðigjald, hátt veiðigjald en ekkert veiðigjald ef að landað á heimaslóðum. Og að sama skapi þá líka lækkar launakostnaðurinn þegar greitt veiðigjald vegna þess að sjómenn í Grænlandi taka þátt í greiðslu veiðigjaldsins. Ísfirstogarinn, þá sjáum við að það næstum fjórðungur sem lægri kostnaðarliður í norskri útgerð hvað ísfisktogara varðar. Nú og síðan varðandi uppsjávarskipin að þá tróna Íslendingar, sannarlega þar á toppnum ef frá tekið veiðigjald í Færeyjum eða veiðigjald líklega ekki réttnefnið. Ég ætla að vona að ég hafi ekki of langa tölu þetta, það væri efni í heilan fund, innköllun og uppboð aflaheimilda. En Færeyingar tilkynntu árið 2007 að þeir ætluðu að breyta kerfinu hjá sér og gefa aðilum 10 ára svigrúm og þeir myndu árið 2017 hefja innköllun og aflaheimildum og uppboð þeirra. Á þessu 10 ára tímabili fraus í raun fjárfesting í sjávarútvegi í Færeyjum. Það kom ekki eitt nýtt skipin í færeyska fiskiskipaflotan á þessu tímabili. Þannig að fyrirtækin að sjálfsögðu héldu að sér höndum vitandi ekki hvaða aflaheimildir, hvaða tekjuöflunartæki þau myndu hafa þegar að hinu nýja kerfi væri komið á. En síðan auðvitað þegar þessu komið á að þá tiltölulega lítill hluti aflaheimilda boðin út. Það gekk sumt vel, sumt ekki vel og ríkisstjórnin sprakk, uppboð voru lögð af, veiðigjaldi aftur komið á, það var ekki eins og búið að klára útfærslu á því hvernig það ætti að líta út þegar að sú ríkisstjórn sprakk og ný ríkisstjórn kom. Þannig að nú aftur verið að ræða möguleika uppboða og ég held að það sé ágætt að fylgjast með þessari vegferð og ég leyfi mér að segja sorgarför Færeyinga sem að ég hygg að endingu þegar að stóra myndin skoðuð að þá muni minna skila sér til samfélagsins heldur en ef að þeir hefðu ekki farið í þessa vegferð. Í formi minni verðmætasköpunar og minni tekna ríkisins þegar litið á heildarmyndina.
Þannig að þetta þá samanburðurinn í þessum kostnaðarliðum það hvað kostar að búa til verðmætin. Förum þá aðeins inn í fiskvinnsluna, því þar höfum við líka þá gert samanburð á launum og launatengdum gjöldum í fiskvinnslu. Og aftur sjáum við að Ísland hálaunaland í þessum samanburði. Það er eðlilegt, við erum hálaunaland og við erum stolt af því, það mun aldrei breytast, en það felur í sér þessar áskoranir, að keppa við lönd þar sem að þessir kostnaðarliðir eru verulega minni. Og það sem meira vert, að við erum ekki bara að keppa við þessi lönd, fiskur ekki að fara til þessara landa til vinnslu, við erum að keppa við til dæmis Pólland. Þar sem að launakostnaður fiskvinnslu í Póllandi kannski 4/4 af því sem hann á Íslandi eða 3/3. Þetta samkeppnin og þarna finnst mér við verða að setjast niður, allir hagaðilar, og segja hvernig ætlum við að tryggja það að við förum ekki í sama farið og aðrar þjóðir að verða hráefnisútflytjandi til landa sem að vinna fiskinn á miklu lægri kjörum þess starfsfólks sem þar Pólland eitt dæmi, það eru önnur lönd líka sem að geta tekið þetta að sér, Kína sjálfsögðu líka og gerir það í miklu mæli. Þannig að þetta áskorunin, að tryggja að okkur takist að búa hér til skilyrði, þannig að það sé hagkvæmt að vinna fiskinn hér heima. En aðeins að öðrum liðum þá líka og það sem að kannski jafnvel mest rætt gjaldtaka í sjávarútvegi og auðvitað gjaldið fyrir það að fá að nýta þessa sameiginlegu auðlind okkar. Þarna sjáum við veiðigjaldið á milli ára alveg frá 2019 og það sveiflast auðvitað og það stundum þannig í umræðuna þegar að veiðigjald lækkar að þá sé fingrum bent á milli aðila í pólitík sem að vilja þá meina að einhver hafi lækkað gjaldið eða einhver hækkað það. Það auðvitað alls ekki þannig. Veiðigjald 33% af afkomu fiskveiða. Það hefur ekkert tekið neinum breytingum. En það sem að tekur breytingum auðvitað að gengi í sjávarútvegi, afkoma í sjávarútvegi ekki fasti. Þannig að þegar að vel gefur þá veiðigjald hærra og þegar að verð gefur þá veiðigjald lægra. En það líka annar þáttur sem aldrei ræddur og það magnið. Magnið skiptir jú öllu máli þegar við skoðum heildartölu veiðigjalds. Og við sjáum það bara núna dökkbláa súlan þarna sem þorskurinn. Að sjálfsögðu fer það lækkandi þegar niðurskurður í þorski búin að vera úr þorskur, ráðlagður afli í þorski, hefur farið úr 272.000 tonnum í einhver 209.000 tonn. Við einfaldlega að taka minna úr sjónum, færri kíló. Þannig að veiðigjaldi verður eðlilega lægra fyrir vikið. Þetta skiptir miklu máli, en það skiptir líka máli hvort það loðnubrestur eða ekki. Það skiptir máli bara hvaða tegundir við erum að veiða og í hversu miklu magni. Rauðu súlurnar þarna undir síðan afslættir af veiðigjaldi. Og það líka stundum talað eins og það sé veiðigjaldi taki ekki nægilegt tillit til minni aðila og það bara eðlileg umræða. Við eigum að taka þá umræðu og eiga hana. Nóg aðgert til þess að gæta fjölbreytileika í sjávarútvegi. En það þannig í dag að flestir af þessum minni aðilum, ekki tugir, heldur hundruðir, njóta fulls 40% afsláttar af veiðigjaldi. Þannig að þessi svona umræða á sér mjög sjaldan stað. Hvað þegar gert og það þá nóg eða þarf eitthvað annað. En til að setja veiðigjaldi í samhengi, að því ég hef nú oft sagt það, að ein tala á blaði hjálpar manni mjög lítið að skilja umfang gjaldtökunar. Og ef við setjum þá veiðigjaldi í samhengi við tekjuskattinn, sem að flestir þekkja, sem 20% af hagnaði fyrirtækja, þá allra fyrirtækja, verður reynda 21% frá með næstu áramótum. En ef við setjum þá veiðigjaldi sem hlutfall af hagnaði af sjávarútvegi í heild sinni, ekki bara fiskveiðum, sjávarútvegi í heild sinni, að þá veiðigjaldið hefur verið, ef við tökum meðaltal síðustu 5 ára, yfir 20%. Þannig að sjávarútvegi greiðir þá 2-faldan tekjuskatt við nýtingu þessarar auðlindar. Og það miklu heilbrigðari held ég og gagnlegri umræða að byrja þar og segja þá á það að vera meira eða minna. Ætti það að vera 50%, 100% af hagnaði, sumir tala þannig. En hvað gerist ef að hlutfallið af hagnaði verður of hátt? Sumir myndu segja að það fer þá bara minna í vasa útgerðarmanns.
Það er ekki alveg rétt nálgun vegna þess að það fyrir einfallega það verður minna eftir inn í fyrirtækinu til fjárfestinga. Og við sjáum það núna og það er bara góð svona traustsmerki myndi ég segja að sjávarútvegur hefur þó sýnt þá ábyrgð þegar að vel hefur gengið sem hefur sannarlega verið á umliðnum árum að sýnt ábyrgð í því að huga að árunum fram veginn, ekki bara árum heldur áratugum með fjárfestingu. Með því að fjárfesta í nýjustu tækni í skipum, nýjum skipum, sparneytnari skipum, skipum sem fara betur með menn, skipum sem geta búið til meiri verðmæti, fiskvinnslum sem að eru með til ótrúlega afköst og auðvitað betri aðbúnað fyrir starfsfólk sem eru auðvitað ekkit annað en staðfesting á því að sjávarútvegur segja að við erum að huga til lengri framtíðar. En það eru auðvitað líka búið að fjárfesta þá í ýmiss konar annarri nýsköpun, tækni til þess einmitt að tryggja það og þar með leggur sjávarútvegur sitt til þess að það er komið nýr útflutningsdrifinn iðnaður sem eru auðvitað bara þessi sjávarútvegstengda tækni. En í svona atvinnugrein verðum við að tryggja að það sé til svigrúm til fjárfestinga. Þannig að ríkið taki ekki allan hagnaðinn til sín eða of stóran bita af því sem eftir stendur. Þannig að það bitni á þessari mikilvægu fjárfestingu. Því að hún er auðvitað grundvöllurinn að verðmætasköpun fram veginn, framlagi sjávarútvegs til hagvaxtar. En til að setja þá veiðigjaldið í þessa samhengi stóru myndarinnar, að þá höfum við fengið núna nýjar tölur skattsporið 2022 og veiðigjaldið eru auðvitað bara lítill hluti af þessu eins og þið sjáið, 7,9 milljarðar þarna, en það eru auðvitað margir aðrir liðir sem leggjast til, sem eru þá framlag sjávarútvegs til samfélagsins. Og þetta eru auðvitað ekki bara fyrirtækin sjálf sem eru að leggja þetta til, þetta eru auðvitað staðgreiðsla starfsmanna og annað þess háttar, en allt er þetta það sem að verður til við það sé verið að búa til verðmæti í sjávarútvegi. Og það skiptir í raun ekki máli og þess vegna langar manni stundum að tékka sig út úr umræðunni það þegar verið að ræða hvort að veiðigjaldið eigi að vera 10 milljarðar eða 7 milljarðar. Það skiptir ekki máli í stóra samhengi hluta. Verkefnið er að stækka allar þessar súlur og það gerist einmitt bara með verðmætasköpunni. Það er sameiginlega hagsmunamálið og þar með verður meira til skiptana. Þessi súla verður, stóra súlan, 85 milljarðar verða enn meiri. En hvað fær maður fyrir 85 milljarðar sem maður leikir sér aðeins að því að stundum er talað eins og sjávarútvegur fjármagn ekki einu sinni rekstur Hafró sem eru auðvitað fjarri lagi. Fyrir 85 milljarðar skattspor að þá er hægt að fjármagna alla heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa. Og þið sjáu að þarna í smáaletrinu að hvað er það? Það er öll heilsugæsla á Íslandi, sérfræðiþjónusta allra lækna, sérfræðilækna á Íslandi, sjúkraflutningar, sjúkraþjálfun og svo framvegis. Við getum líka brotið þetta meira upp og sagt framlag sjávarútvegs til menntunar er þá þannig að skattsporið eitt og sér getur fjármagnað alla framhaldsskóla á landinu, alla háskóla og alla rannsóknarstarfsemi sem fer fram innan háskólana. Við getum brotið þetta enn meira upp og við getum sagt að þetta skattspor geti fjármagnað alla löggæslu, fæðingarorlof allra þeirra sem það taka, landbúnaðinn í heild sinni, ríkisútvarpið, auðvitað sjávarútveginn og fiskeldi, Hafró, eðlilega, og dómstóla landsins. Þannig að það eru auðvitað eftir miklu að slægjast á okkur takist að auka þetta skattspor með einmitt því að tryggja að það séu áframhaldandi góð skilyrði til rekstrar í sjávarútvegi. Þannig að við höfum stilt upp, og þetta hafa kannski einhverjir séð áður, við höfum stilt upp þessum 3 sviðsmyndum. Við erum að mörgu leyti úti í skurði, án þess að ætla að vera mjög neikvæð. Umræðan er stödd þar. Þar sem að við erum að huga að einhverjum grundvallarbreytingum á aflamarkskerfinu, auknum ríkisafskiptum jafnvel. Við erum því miður á hverju einasta ári í niðurskurði til hafrannsókna sem er feigðarför. Og síðan auðvitað tölum við bara það hvort að veiðigjaldið sé hátt eða lágt þegar það er 8 eða 10 milljarðar. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir bara minni verðmætasköpun, óhagkvæmari rekstur, hættu á ofveiði og stuðningi á endanum frá ríkissjóði. Við getum líka slakað á og notið, en þá erum við auðvitað að sýna ákveðna værukærð í harðri alþjóðlegri samkeppni og það mun býta okkur í rassinu ef við færum í þá vegferð, myndum bara láta þetta reka á reiðanum. Það þýðir þá bara að þessi hái launakostnaður verður fjötur fót, samkeppnisforskoti mun hverfa, afhendingaröryggi verður takmarkað og minni verðmætasköpun til framtíðar, minna til skiptana fyrir okkur öll.
Þannig að við erum að vona að okkur takist sameiginlega að stefna á þennan topp, að okkur takist að skilja mikilvægi þess að vel gangi, þannig að sjávarútvegur geti áfram skila myndarlegu framlagi til hagvaxtar, að við getum aukið skatttekjur frá sjávarútvegi, búið til verðmæt störf og svo aukið þetta umfang þjónustu og nýsköpunar. Hvernig gerist það? Í raun þetta ekkert mjög flókið. Þetta eru þarna nokkrir þættir sem við nefnum. Það hægt að auka magn afurða og mér finnst það mjög oft vanmetið í umræðunni. Að við tölum það eins og það sé í raun ekkert meira að sækja í sjó í formi magns. Við getum bætt hafrannsóknir og við verðum að bæta hafrannsóknir. Ef við erum með besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi, þá eigum við að hafa bestu hafrannsóknir í heimi og við erum svo sannarlega ekki þar. Með einmitt þessum viðvarandi niðurskurði til þessa mikilvægar þáttar. Því hvað þýðir niðurskurðurinn? Hvað þýðir það að skori sér við nögl við hafrannsóknir? Það þýðir það að við erum að vakta minna það sem í sjónum, óvissan verður meiri í ráðgjöfinni og þar með verður ráðgjöfin varfærnari. Það þýðir ekkert annað en lægri ráðgjöf. Þannig að við verðum að bæta þarna í, en við getum líka náð hærra verði fyrir afurðirnar, bæði auðvitað með markaðssetningu sem að fyrirtækin sjálf hafa á sinni könnu, en ekki síður líka aðgengi að öðrum mörkuðum með fríverslunarsamningum, tollakjörum og svo framvegis. Við getum nýtt afurðirnar betur með aukinni vinnslu þeirra og við getum auðvitað aukið skilvirkni og hagkvæmni í rekstri og það auðvitað sameiginlegt verkefni líka atvinnugreinar og stjórnvalda. Hvernig tryggjum við þessi rekstrar skilyrði þannig að þau séu samkeppnishæf miðað við það sem gerist erlendis. Og síðan auðvitað, og einn mikilvægasti þátturinn sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda til haga, að samfélagsábyrgðin skiptir máli. Þetta ekki bara glanspappír og skýrslur það að við séum mjög samfélagslega ábyrgð. Það þýðir það að við eigum að segja sögu okkar það sem við gerum vel. En við eigum líka að segja hvar við getum gert betur. Við erum ekkert fullkomin. Það skiptir máli fyrir neytendur að vita hvernig fiskurinn var búinn til ef þeir eiga að borga hátt verð fyrir afurðina. En það skiptir líka rosalega miklu máli að laða að sér góða mannauð með því að sýna þessa ábyrgð. Þannig að ef okkur tekst þetta, ef við förum sameiginlega á þennan topp, að þá mun okkur takast að auka framlag sjávarútvegs til hagvaxtar og góðra lífskjara. Svo einfalt það nú. Takk. Takk fyrir þetta, Heiðrún Lind. Ég ætla að biðja alla frummannendum að koma upp á svið og við ætlum að hafa smá umræðu tíma. Ég var einu svona að stýra umræðum á svona fundi þar sem að voru leiðar umræðu eftir svona ávörp. Og það voru mikil skoðanaskipti þar og það kom einn til mín í lok fundarins eftir fundin og sagði að honum þætti ég frekar strangur og leiðilegu fundarstjóri. Nema það sem viðkomandi átti að setja ekki á var það að ég leita á þessi meðmæli. En að því sögðu að þá erum við alltaf komin saman til að eiga samtal og taka umræðu þessi mál. Þannig að við ætlum svona að opna aðeins fyrir spurningar og umræður kannski úr sal. Þannig að þið gefið mér merki ef að þið hafið spurningar. Ég ætla hins vegar að fá að ríða á vaðið og spyrja einu. Konráð, kannski beina því til þín. Nú stefnir Ísfélagið til dæmis á markað í desember og við vitum náttúrulega að þetta verður erfitt ára á hlutabréfamarkaði þar sem áður þessu ári. Það eru nú 2 félög skráð á markaðnum þegar. Hvernig svona horfir þetta við? Og kannski í framhaldinu myndi ég spyrja Heiðrúnu, gott að fá fleiri sjávarútvegsfyrirtæki á markað? Ég held að sé bara gríðarlega jákvætt skref að séu búin að fjölga félögum, skráðum sjávarútvegsfélögum markaði sem verður búið að fjölga 200% á ekki mörgum árum. Og bara mjög velkomin skref að fá Ísfélagið þarna inn og ég svona persónulega vona að það verði fleiri. Þetta svo við búin að fjalla þetta er mjög öflug atvinnugrein, hún mjög mikilvæg og það held ég bara mjög mikilvægt fyrir hlutabréfamarkaðinn að við séum með sjávarútveginn þar inni, hann sé nokkuð stór og svo líka bara gagnvart sjávarútveginum sjálfum varðandi bara svona ákveðið aðhald sem að hlutabréfamarkaði veiti, þá held ég að sé sjávarútveginum sjálfum líka bara mjög hollt og líka bara leiðir til dreifðara eignarhalds og ég held að heilt yfir sé bara, þetta mjög jákvæð þróun og ég vona að komi fleiri inn þó náttúrulega sjálfsagt verður aldrei þannig að vera öll sjávarútvegsfélög skráða því að bara eðli máls samkvæmt að þau eru mörg, kannski ekki með sem þá stærð sem þarf. En heilt yfir bara mjög jákvætt. Ég get kannski bætt líka við að það mjög mikilvægt fyrir almenna íbúa landsins að hafa tækifæri til þess að fjárfesta og eiga í sjávarútvegsfyrirtækjum. Af því þetta það mikilvæg atvinnugrein og ég held að
að margir hafi beðið eftir því og verið kannski svolítið svektir svona þegar hlutabréfamarkaðurinn fór að byggjast upp miklu leyti eftir hrun að það hafi vantað kannski fleiri sjávarútvegsfyrirtæki inn, þannig að það er mjög jákvætt. Sammála þessu, Heiðrún? Klárlega. Ég held að þetta sé í þessu liggja mikil tækifæri og bæði hvað varðar svona ásýnd sjávarútvegs og umræðu sjávarútveg og mér finnst maður bara sjá strax mun á því meira þess að eftir að síldarvinnslan kemur á markað, það séu komin 2 félög á markað, að umræðan sjávarútveg verður öðruvísi. Hún verður meira bara hvernig gengur í greininni, hvenar gefur á bátinn og hvenar ekki. Við skiljum kannski betur samhengi hluta ef að það verður loðnubrestur eða þegar verður við föttum svona aðeins hvað það er sem að skiptir máli í sjávarútvegi. En og ég get alveg tekið undir það verður gaman að sjá 3. félagið áður en árið á enda í Kauphöll og kannski fjölgar þeim frekar. Við verðum líka að muna að þetta ekki bara eins og hefðbundin atvinnurekstur á Íslandi í innlendri þjónustu eða þess háttar. Við verðum aldrei með, þetta ekki eins og 3 matvöruverslanir eða 3 bankar eða 3 tryggingafélög. Við verðum alltaf með sjávarútveg sem atvinnugrein sem að verður miklu dreifðari. Við viljum hafa, stærri félög sem að eru svona kannski leiðandi og drífandi í verðmætasköpunni, nýsköpunni og svona sem að aðstóra þá við þegar þessi minni fylgja á eftir. En við viljum hafa líka minni fyrirtækin. Sjávarútvegur stendur hjarta okkar Íslendinga bara mjög nærri og við viljum tryggja eitthvað fjölbreytileika í fyrirtækjunum. Þannig að það má ekki heldur refsa ef að fyrirtæki og þessir minni sem að munu aldrei, þeir hafa ekki stærðina til þess að fara á markað. Að okkur takist einhvern veginn að vera með svona eitthvað jafnvægi á milli þessa. Þannig að þetta ekki bara að hvetja eiginlega öll fyrirtæki til að fara á markað og maður hefur stundum heyrt umræðu að bara allt niður í 1%, þeir sem eiga 1% aflaheimilda séu skráðar á markað. Það ekki lausn í því. Við þurfum að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi. En klárt mál, þetta bara mjög spennandi og ég vona að það fjölgi enn af fyrirtækjum í sjávarútvegi á markaði. Eru einhverjar spurningar á sal? Já, góðan daginn. Guðmundur Jónasson heiti ég og starfa í Iceland Seafood við sölu og markaðssetningu á ferskum fiski og ég vil þakka ykkur fyrir bara mjög flotta fyrirlestra í dag. Ég er búinn að starfa í 20 ár við sölu og markaðssetningu á ferskum fiski og síðan ég byrjaði þá hefur við alltaf verið að rífast hver á að veiða fiskinn og hvað að borga því og ég er svona að vona það alltaf að við berum þá gæfu að hætta að fara úr þeim sporum og hugsa hvernig við getum hámarka auðlindina og það var svolítið svona rauðu þráðurinn í dag, það verðmætasköpun og ég hef oft mikið spáð í það og þetta svona spurning sem ég beini til hennar Heiðrúnar að samtök fyrirtæki sjávarútvegi það rosa mikið af fiski að fara óunnur út á landi og þessi fiskur, hann að fara til ríkja sem að borga lægri laun eins og þeir eru búin að sýna fram á. Svo fer þessi fiskur í samkeppni við sjálf okkur á markaðnum með íslenskan uppruna. Og ég hef aldrei skilið hverju samtök fyrirtæki sjávarútvegi berjast ekki meira fyrir því að fiskur sé unnin á Íslandi. Og það eru margar leiðir, þessi fiskur fer í körum, 300 kíló í kari, hann missir vatn á leiðinni. Þetta ekki sama gæða varan og við erum að selja hérna. Þannig að við erum að downgreita sjálf okkur með því að hafa engar hömlur á þessu. Þetta áður spurning, ekki að Heiðrún að svara? Jú. Takk fyrir þetta. Þetta bara umræða eins og ég kom inn áðan. Við heyrum það alveg að okkur líður, eða maður heyrir það í umræðinni að fólki líður illa með það ef að við erum að fara verulega umfram eins og bara með þorskinn yfir 10% af magni sem að fara óunnu úr landi. Hvernig leysum við það? Eins og mér fannst núna og ég var að reyna að koma inn á í þessu erindi að þetta leysist með því að okkur takist að vera samkeppnishæfi það sem að gerist erlendis. Við leysum ekki vandann, það ekki lausn falin í því að setja einhvers konar refsingar við útflutning, banna útflutning. Það getur þurft í sumum tilvikum að hafa sveigjanleikann í því að flytja óunnið. Það getur til dæmis verið minni þorskur sem óheppilegri í vinnslu hér á landi. Það getur verið lítið magn í einstökum tegundum þar sem að þú einfaldlega vinnsla rekur sig ekki við sérhæfingu á vinslu á þeirri tegund. Ég meina flatfiskur bara gott dæmi það að við erum að flytja hann að langmestu leyti óunninn úr landi vegna þess að það bara magnið og óhagkvæmnin í vinnslunni þannig. En þarna þurfum við að segja hvar getum við gert betur? Getum við haft rekstrarskilin öðruvísi? Hægt að sameinast eina vinnslu
einhverjum tilteknum tegundum sem myndi þá bera sig. Þannig að mér finnst við þurfa miklu dýpra samtal heldur en að segja nú verðum við bara að banna einhvern útflutning. Ég meina spurning á móti, nú flytja Norðmenn allan fisk sinn heilan í frauðkössum út. Og akkur ekki að setja þau skilyrði, bara gæðilega séð, að íslenska fiskum sé pakkað í frauð og fluttur heill út. Það er verðmætasköpum við að pakka honum hérna heima og það fyrir betur með fiskin að það séu 5 kastar í frauðiði heldur en 70 í stóru kari. Þú veist, þetta er bara ein hugmynd. Hefur þetta eitthvað verið rætt? Ég hef heyrt þessa hugmynd. Ég meina þetta er bara eitt af því sem að þarf að ræða. Einmitt. Nei, ég hef heyrt þetta. Þetta er þá einhver kostnaður sem að einhver þarf að bera, kaupandinn eða seljandinn eftir atvikum. En bara allar hugmyndir og öll umræða þetta mál, hvernig líður okkur með það að flytja fisk óunninn úr landi og viljum við takmarka það enn frekar og hvernig yrði það gert? Þetta hefur oft sinnis verið rætt en þetta nær því miður aldrei á neina dýpt. Önnur spurning hér. Svanur heiti ég Guðmundsson og þakk kærlega fyrir þennan fund og þessa fundi sem að haldin er allt land. Nú spyrð þú, hún ferð landið og spyrð hvað hefur sjávarútvegurinn gert fyrir þig. Nú spyr ég þig, hvað hefur hið opinbera komið að þessu máli og líka hefur þú fengið heimsóknir frá hinu opinbera og spyrt hvað getur við gert fyrir sjávarútveginn? Er þetta samtal milli sjávarútvegs og stjórnsýslunar, hvernig er því háttað í dag svona samanborið við þegar byrjaðir eða fyrir 20 árum? Takk. Já, bara frábær spurning. Ég myndi nú segja að samtali við stjórnvöld, hið opinbera, hvort sem að það er ráðuneyti, þingmenn, er bara almennt gott. Og ég hygg nú að flestir vakni inn í daginn, hvort sem þú þingmaður eða ráðherra eða starfsmaður í ráðuneytinu með þá sýn að vilja gera betur í dag en í gær. En það er stundum, og tilfinningin og eins og ég kom inn á þann, að við höfum svona aðeins mist sjónar af einhverju heildarmynd. Hvað er það sem skiptir máli þannig að við séum að reka þennan sjávarútveg í samræmi við markmið kerfisins að hámarka verðmæti fyrir þjóðarhag. Það er verið í einhverju plástra-starfsemi eitthvað allt annað. Og hvort að það sé til að færa einum eitt og taka af einhverjum á móti, svona í einhverju millifærslu pólitík kannski, sem að er miður. Að okkur takist ekki að hefja okkur upp í þetta stóra samtal hvar sjáum við sjávarútveg fyrir okkur eftir 10-20 ár, í því hvaða framlag hann hefur til samfélagsins og lífskjara. Þannig að mörguleyti samtali gott, umræður hvað þegar eitthvað brennur á í sjávarútvegi, alla jafna gott, en svona samtalið á dýptina heildarmyndina og hvers skuli stefnt, það er því miður takmarkað. Vildi óska að það væri meira. Það eru 2 spurningar hérna svo Kristján. Já, góðan daginn, takk fyrir góðan fund. Ég heiti Árni Sverrisson og er formaður í félagi skipstjórnarmanna. Mér langar kannski aðeins í framhaldi af því sem þú sagði, Konráð, varðandi það að þú kemur frá Vopnafirði og þar má segja drjúpi smjör af hverju strái þessa dagana fyrir íbúana. Það er að segja að verðmæti eigna og atvinnu öryggi er býsna gott. En þannig er það ekki allar sjávarbyggðir. Þegar ég byrjaði til sjós, kem frá Siglufirði, þá voru tíma 9 skuttogarar skráðir frá Siglufirði með heimahöfn þar. Og þeir fóru stundum túra á haustin og aflinn eftir túrin var kannski 15 tonn, hafandi farið hringinn í kringum landið. Augljóst var að togurum hafði fjölgað allt og mikið á þessum árum, en þessi hagræðing, þessi nauðsynlega hagræðing, sem að hefur átt sér stað í sjávarútveginum á þessum langa árabili, hún hefur kostað blóð, svita og tár hjá íbúum sumra samfélaga hringinn í kringum landið og ábyrgð sjávarútvegsins er mikil, það er að segja gagnvart því að engin kvóti, engar veiðiheimildir, engin fiskvinnsla, engin útflutningur og engin starfsemi í sjávarútvegi er á sumum stöðum lengur, en blessunarlega þá hefur fjármagnið eins og á Siglufirði komið tilbaka í ákveðnu formi og eins og við sjáum það eins og á Selfossi, þar er ákveðin uppbygging, peningar að koma úr sjávarútveginum yfir í aðrar starfsgreinar og víða er það þannig, en
Spurningin kannski sko, hvernig talið þið við fólkið á þeim stöðum sem eru í þeirri stöðu að það ekki fiskvinnsla eða útgerð lengur. Og annað hitt líka, það var mjög gott sem þú sagðir Heiðrún og varðandi útflutningsverðmæti á fiskafurðum. Og ég bara segi fyrir mína parta að til þess að efla traust og gagnsæi þá tölfræði og gögn lykilatriði og að því stefni ég í samskiptum við ykkur og stjórnvöld að hafa hlutina upp á borðum þannig að það sé skilningur á því að hlutfall sjómanna sé af útflutningsverðmæti haldist það sama í greinum. Nóga sinni, takk. Hver bregðast þessu? Ég skal kannski byrja. Það allavega fréttir fyrir mér að verðmæti eignar hátt í mínum heimabæ. Það er frekar lágt og ég líka get ekki alveg tekið undir það smjördrjúpu hverju strá að það sé mikið atvinnuöryggi því að náttúrulega þegar þú ert háður uppsjávartegundum að þá þekkir mitt fólk mjög vel þær sveiflur sem felast í því. Þannig að það er svona kannski ókostur við uppsjávartegunduna þó gefur vel þegar að gefa. En kannski svona varandi og skjótinn og ég held að Heiðrún kannski tekur þennan bolta, varandi svona byggðaþróunina í mínum huga þá held ég að þú veist, þessi þróun sem átt sér stað, þú veist, samhliða því að það hefur orðið meiri fækkun starfsfólki í sjávarútvegi og svo framvegis, í raun og veru þróun sem einhverju liti alþjóðleg og var byrjuð löngu áður með því að fólk var að flytjast einfaldlega úr sveit í borg. Að þetta svona framhald af því. Og það svona að ræða kannski dýpra á einhverjum öðrum vettvangi en það alveg rannsóknir sem sýna að það sé kannski ekki endilega hvort það sé einhver iðnaður eða ekki, hvort það byggð dafni eða svo framvegis. Það fyrst og fremst bara samgöngur og tengingar við önnur samfélög sem að ráða því. Þannig að en engu síður náttúrulega hefur allavega svona sem trigger sjávarútvegurinn oft haft mikil áhrif á byggðaþróun en kannski grundvallar ástæðan oft að minnsta kosti fjölþættari. Já, má kannski einmitt líka nefna þetta er opinber ákvörðun miklu leyti þegar bæjarútgerðirnar eru farnar á hliðina og það er farið í það að reyna að passa upp á það að sjávarútvegurinn beri sig með þá þessum tilkostnaði sem þú ert að nefna sem eru misskipt á milli byggðafélaga en það er pólitísk ákvörðun á sínum tíma. Ég þarf eiginlega engu við þetta að bæta. Mér finnst það ekki það að sjávarútvegur á ekkert að kveinka sér yfir erfiðri umræðu eða vera í raun svona á milli steins og sleggju í þeirri pólitísku umræðu sem bara nýtingu náttúruauðlinda sem hápólitískt mál og það verður alltaf tekist á sjávarútveg á þeim vettvangi. En það er nákvæmlega þetta að setja á kerfi sem að hefur það að markmiði að hagræða í atvinnugreininni, að þá mun það valda sársauka. Og ég vona að okkur auðnist til dæmis í næstu svona tæknibylgju þar sem að kannski gervigreind, jafnvel, ég veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, leysir mannshönd af hólmi, að okkur takist að fara betur inn í það verkefni heldur en þegar fiskveiðistjórnin var kerfi sett á. Vegna þess að þá pólitíkin skildi atvinnugreinina dálítið eftir með það að taka ábyrgðina á hagræðingunni. Ekki bara atvinnugreinina, stundum bara einstök fyrirtæki eða einstaklingar í sjávarútvegi hafa þurft að líða fyrir það að það þurfti að hagræða. Þannig að ég ger ekkert lítið úr sársauka sem að það hefur valdið fyrir einstök byggðarlög. En við getum þá sagt að það er betra að hafa líta á glasið hálffullt heldur en hálftómt. Að vera með öflugan sjávarútveg allt land og sjávarútvegur grundvallar stoð á landsbyggð. Þannig að vera með öflug sjávarútvegsfyrirtæki í hverjum einasta landshluta, þrátt fyrir að þar séu núna í dag kannski 24 mjög öflug fyrirtæki og síðan auðvitað fullt af minni aðilum, þá það allavega tilvist þeirra staðfesting þess að vegferðin var rétt. Því að við hefðum ekki getað haldið áfram að hafa bara minni aðila. Því þá væri þetta hvorki fugl né fiskur og glasið væri ekki hálftómt, það væri tómt. Þannig að mér finnst þetta umræða sem að ég skil hana, það sársauki til staðar sem að kerfið hefur valdið, en við þurfum sameiginlega að tala það og það sama sem gerist þegar að tækni leysir mannshönd af hólmi. Hvernig getum við með stjórnvöldum átt betra samtal hvernig ætlum við að hjálpa þá því fólki sem að verður fyrir því að tæknin leysir það af hólmi. Og það ekkert bara hvað sjávarútveg varðar. Lögfræðingum fer fækkandi vegna gervigreindar, blessunarlega segja margir, það þarf minna af þeim í framtíð. Þannig að bara hvernig samfélag viljum við, hvernig viljum við að samfélagi taki utan þessa þróun. Þetta næsta þróun
og reynum þá að læra af reynslunni þegar við komum á kvótakerfinu meðal annars, að þetta sameiginlegt verkefni. Já, fá loka spurningu frá ungamönnum hér á Fröstabæk. Já, ég heiti Kristján Lofsson. Mér langar til að þakka ykkur kærlega fyrir og ég alveg með því að með verðmætasköpun og öðru. En það eitt sem ég fannst alveg vant í þetta, það brugðulið sem á sér stað í sjávarútvegi í dag. Hvað varðar olíukaup? Að mínum útreikningum að þá borgar fiskiskipaflotinn á ári 5-6 milljarða meira á ári í brennsluolíu heldur en ef farið væri að reglum IMO hvað varðar brennsluolíu. Og það allt út af íslensku reglum. Það sem að það sett sem skilyrði að þú getur notað olíu, brennsluolíu sem með 0,5 brennisteinsinnihald fyrir utan 12 mílur. En þegar þú kemur á 12 mílur lögslunni þá þetta skipti yfir á 0,1 brennisteinsinnihald. Þetta verður til þess að flotinn, hann hefur ekki tankplás endalaust til þess að vera með marga tegundir. Svo það eina sem þú færð hérna á Íslandi 0,1 brennisteinsinnihald. Eftir IMO-reglunum eins og ég þekki þær, þá Norður-Atlantshafið 0,5. Það hefur ekki farið, íslensk stjórnvöld hafa ekki lagt í það, en það held ég myndi fá það aldrei samþykkt, að fá viðurkennt að Ísland sé svo kallar NOx-svæði, þar sem eins og Ermarsundi, þar sem endalaus skipatrafík, þar sem 0,1 brennisteinsinnihald. Hér verið að bruðla erlendu gjaldeyri 5-6 milljarða á ári og öllum nákvæmlega sama. Takk fyrir. Vill einhver svara þessu eða? Já, ég get ekki annað sagt að ég læri alltaf eitthvað leið og Kristján Lofsson tjáir sig, þannig að þetta bara mjög gagnlegt. Það örugglega mun fleiri svona, þetta eitt dæmið. Þau bara mörg þar sem að við getum fara að huga að því líka og eigum að vera að huga að því. Hvernig getum við einhvern veginn minnkað báknið, einfaldað regluverkið og svona hugað að því hvar eru við að ganga lengra en aðrir. Það á við atvinnulíf almennt, svona það sem að kalla hefur verið þessi gullhúðun eða blýhúðun, að þá sjávarútvegur fer ekkert varhluta af því. Þannig að þetta líka annað verkefni í því að bara eins og ég kom inn á áðan, hvernig bætum við ekstra skilyrði í sjávarútvegi, þannig að verðmætin verði áfram til hér heima og við séum samkeppnishæf. Þannig ef við erum að ganga lengra en aðrir, þá það verkefni að reyna að vinda ofan af því. Þannig að ég bara tek fagnandi þessum athugasemdum bruðlið og við bara setjum hausinn undir okkur og ræðum það. Tökum eina spurningu til viðbót. Hér engin stytting vinnuvikunnar. Hún ekki heldur út á sjó. Guðmundur Helgi heiti ég, formaður VFM, félag vélstjóra og málmtæknimanna. Bara liðið á fundin, ég skal stytta þetta mjög. Þið talaðu að fólkinu eigi að líða vel og þið ætlaði að laða að ykkur góðan mannauð. Nú það þannig að þið spurjið líka hvað hefur sjávarútvegurinn gert fyrir þig. Við vitum hvað hann hefur gert fyrir ykkur. Hagnaður á síðast ári 67 milljarðar og 22,5 milljarðar í arð. En sjómenn eru búin að vera samningslausir, allavega hluti þeirra og meðal annars mínir menn, í 4 ár. Og fyrsta skipti í sögunni hafa útgerðarmenn neitað að breyta lágmarkskaupinu, það að segja tryggingunni og tímakaupinu. Og þegar að ég sé að það eru menn sem þekkja söguna ennþá aftar en ég, en þegar áður fyrr þá var alltaf samið þetta þó svo að það var ekki skrifaðir heildarsamningar. Núna hafið þið neitað því og sagt okkur að við getum fengið þá hækkun sem við viljum, svo sem ef við gefum eftir annar staðar samsvarandi. Ég lít á þetta að geta haldið mönnum samningarlausum í 4 ár sem ofbeldi og ég bara spyr ykkur hvernig réttlætið þetta og haldið að þetta sé leiðin til að laða að sér góðan mannauð. Takk. Viljið þið? Nei. Ég ánægð með að fá spurningur og ég þekki þessa ræðu. Ég get sett spurninguna tilbaka til þín, Guðmundur. Hvers vegna erum við samningslaus? Við skrifum undir samning í febrúar að ég taldi nokkuð bara ágætan samning þar sem að sjómenn gátu vel við unnað og útgerð. Ég meina þetta eru sameiginlegir hagsmunir. Það ekki þannig að annar eigi að græða á kostnað hins. Það bara hvernig getum við gert sem besta samninga þannig að allir hafi það betra.
Og það er óskandi að okkur takist, það er bara verkefni mitt og þitt sko, við getum ekki neinum öðrum kennt að okkur takist ekki ná samningi heldur en okkur. Hvort sökin sé meiri mín en þín, ég ætla ekki að deila það, en þetta er bara verkefnið. En ég held að það sé mjög mikilvægt að við náum saman samning, eins og við náum saman með skipstjórnarmönnum, að við klárum restina af flotanum og okkur takist að ræða okkur í gegnum þau mál sem út af standa. Við vitum að sjómenn höfnuðu þessum samningi og vélstjórnarmenn. Þannig að við þurfum einfaldlega að setjast og svo sem sest aftur niður, að reyna að leysa úr þeirri flækju. Og það er bara ábyrgð okkar tveggja. Við beinum þá spjótum á stjórnvöldum til að draga þau inn í samningin okkar. Það hefur ekki virkað vel í fortíð en við skulum sjá hvort að það verður breyting þar á. Þannig að minni sóun bætir lífskilyrði, það er kannski skilaboðin. Þetta kostar stjórnvöld ekki neitt. Þetta er bara að breyta 100 orðum í þetta. Það er svona. Einmitt. Og ég skil ekki að skilgjörn og aðeins þeir eru búin að kvitta upp og allt og mikið í þessu loftslagsstefnu. Þetta er það sem er að keyra útgerðina í svæði fyrir þetta mín. Jóla, það voru lokaorðin þessu fundi. Flott. Herru, takk fyrir komuna, takk fyrir. Takk.